Verið velkomin í Menningarhot Game TV. Það nú ekki að hverju degi sem við fjöllum leikrit en það ætlum við að gera í dag. Og ástæðan sú að í þessu leikriti töluvert tölvuleiki en leikritið Sol verður sýnt hérna í byrjun desember í Tjarnarbíó og við erum mætt þangað og við ætlum að taka svona viðtal við tvo aðalleikarana, Salome og Hilmi og svona komast að því bara hvað verkið fjallar og hvernig tölvuleikir þvælast inn í þetta allt saman. Já, hérna eru komið með tvo leikar úr sýningunni Sol og við ætlum að komast að því bara svona hvernig verkið og hvað fjallar og hvað getið þið sagt mér verkið? Þetta sem sagt byggt á sannri sögu sem síðan 2005 cirka og ég var svolítið að spila World of Warcraft eins og margir á þessum tíma og kunningi minn var að loka sig meira og meira af og hanga mikið með öðrum spilara sem var sem sagt Night Elf hét Sol, S-O-L og svo svona fer okkur vinina að gruna sko að það sé eitthvað gerast, það sé eitthvað svona samband að þróast en þau hafa aldrei hist eða neitt og svo endar þetta með því að Sol býður honum að koma og hitta sig og í raunheiminum og þetta svo í raun og veru gerist ýmislegt, ég spoila ef ég segi mikið meira en við erum raun og veru bara að skoða svona þeirra sögu og þetta samband í leikriti sem að gerist svona 50-50 í raunheimum og inn í öllum þessum sýndarheimum sem að þau lifa og hrærast í. Reis með þig, ertu búin að spila mikið af tölvuleikjum? Nei, en ég er mjög heppin að hafa dottið inn í þetta verk af því að núna er ég til dæmis búin að vera eyða deginu mínum í að prófa Arizona Sunshine í VR sem er geðveikt og ég held í alvörunni að ég hef verið að sóa hæfileikum mínum hingað til. Já. Ég er geðveikt effective headshotter. Já, Já. Ok. Og þetta er algjörlega, ég reyndar gerði það stundum sko þegar ég var í leiklistaskólanum og vantaði einhvern veginn að gera eitthvað annað heldur en að vera eitthvað í leiklist. Ég bjó á Laugaveginum og ég og meðleigjandi minn sem var líka í leiklistaskólanum, við fórum á Ground Zero og tókum svona smá kvöld þar. Þá var ég alltaf í Left 4 Dead 2 sem er svolítið svipað og Arizona Sunshine. Var ég ekki samt alveg að selja þér bara náði Dishonored? Jú, ég var að downloada Steam og ég var búin að horfa gett mikið á YouTube-vídeó á svona raids og ég var að horfa á Dishonored-vídeó og ég varð ástfangin og ég er á leiðinni að hefja minn episka Dishonored fyrir. Já, mér heyrist það mjög gott, headshotari, bara fættur, Star is Born, ég er að fíla þetta mjög vel. En ást og tölvuleikir, þetta er náttúrulega eitt besta kombo held ég bara í heimi. Haldið þetta sé algengt að menn sé að læða sér svona í eitthvað rómans bara í hinum af þessum leikjum. Why not? Fólk er í svo miklum samskiptum. Þú ert að vinna með einhverjum og þú ert í rauninni að kynnast miklu hraðar og effektívar heldur en oft í einhverju svona yfirborðsspjalli á kaffihúsi. Af því þú ert í missjóni með einhverjum. Já, líka upplifið eitthvað epist saman og svona. Já, einhver reynsla og reynir á ýmislegt. Ég held að sé rosalega stutt skref frá Tinder yfir í bara, RPG heimanna sko. Já, einmitt í þeim heimum, þá er maður alltaf svona eitthvað glæsileg hetja, með svona góðan brjóskassa og svona flaksandi. Það er allir búin að photoshopa sér til á Tinder líka. Já, reyndar. Þetta er mjög gott, þannig að þetta er kannski bara ágætis leið til að hitta fólk. Ég held það. Ég myndi frekar vilja hitta eitthvað þarna heldur en á Tinder. Ég er alveg hreinskilinn, sko. Og þú veist, eins og þegar ég er krakki, þú veist, kynslóð foreldra minna fattar ekki tölvuleiki og þú veist, alltaf að eyða tíma í þessa heilulsu tölvuleiki. Það langar líka svolítið að gera sýningu fyrir mömmu og pappa og segja, hei, þetta er aðeins meira en það, sko. Allavega orðið það í dag, sko. Já, heldur betur. Og fyrir þá sem ætla að fara á sýningur, hvað vikur getur fólk búist? Er þetta grín, er þetta drama, er þetta blandað öllu, hvað er það að tala um? Þú hlærð, þú grætur, hún breytir lífið þínu. Bara svo góðu tölvuleikur, ekki? Jú, nákvæmlega. Já, ok. Og tölvuleikinni spilaðir vega mikið hlutverk, við vorum að tala með að fara í VR, er ekki? Já, sko, við actually sjáum VR-senuð, Arizona Sunshine. Svo erum við endalaust að reffa í World of Warcraft, í svo tökum við svona smá retro feeling á þetta og tökum við Duck Hunt senur líka og ég gleymi ykkur. Já, curling. Curling, EA Sports, Mario Curling. Já, það er rosalega blandað. Svo er líka eitthvað svona montagevídeó af tölvuleikjum og svo tökum við líka
kóreograferaðar bardagasinnur innan tölvuleikja. Já, sem eru þá að vísa mjög sterkt í ákveðna leiki. Ok, og þetta svona tæknilega flókin sýning, fyrst þeir að varpa hérna öll upp og eru ríjar og... Þetta mesta tæknimonster sem ég hef komið nálægt, sko. Já, þannig að já, nú verðum við bara að krossa fingur og vona allt smöll á rétta staði, sko. Þeir eru glæsið, bara gaman að spjalla við ykkur og við erum það hvetjum fólk til að mæta á Sól og kynna sér þessa fallegu ástarsögu og tölvuleiki Ívafi. Hæ! Hæ! Hvernig er þessi gaur? Það er eðlilegur. Ég ætla að koma til þín. Ok. Hei! Ó! Hei! Veitu hvernig gerir þetta? Haha! Nei, gerðu það! Ok, ég er hættur.